Old school og stutt, sem betur verið. Góðan daginn. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra komst ekki í dag, hann út á landi, þannig ég stend hér í hans stað og flytt örstutt ávarp, skrifað Old school. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands frá 30. nóvember 2017 kemur meðal annars fram að ríkisstjórnin muni efna til samráðs við forsvarsmenn örorkulífeyrisþega breytingar á bótakerfinu með það að markmiði að skapa sátt að einfalda kerfið, tryggja framfærslu örorkulífeyrisþega og efla þá til samfélagsþátttöku. Einnig kemur fram að fyrsta skref af hálfu stjórnvalda verði að skipuleggja framboð hlutastarfa hjá hinu opinbera fyrir fólk með skerta starfsgetu en á síðari stigum sé mikilvægt að allt atvinnulífið taki virkan þátt í því ferli. Í ljósi þess að var faghópur mótun og innleiðingu starfsgetumats skipaður árið 2017 og hlutverk hans var að gera tillögur að innleiðingu kerfis þar sem áhersla væri lögð á að meta þjónustuþörf einstaklingsins ásamt starfsgetu hans. Ætlunin að slíkt mat taki við að því læknisfræðilega örorkumati sem nú er við lýði og þar verið lögð áhersla á getu fólks til starfa í stað læknisfræðilegs mats á örorku. Mikilvægt var talið að tryggja þverfaglega sýn til að tryggja snemmtæka íhlutun og draga þannig úr líkum á langvarandi óvirkni. Jafnframt skipaði félags- og jafnréttismálaráðherra eins og hann var þá samráðshóp í apríl 2018 breytt framfærslukerfi almannatrygginga þar sem stjórnmálaflokkar, helstu hagsmunasamtök og aðilar vinnumarkaðarins áttu fulltrúa. Og hlutverk þessa samráðshóps var að leggja til nýtt greiðslukerfi til samræmis við markmið starfsgetumats. Á fundi ríkisstjórnar Íslands 10. maí síðastliðinn, eins og Davíð kom inn á hérna áðan, lagði félags- og barnamálaráðherra fram minnisblað þar sem meðal annars að fjalla tillögur og lokaskýrslu faghópsins sem hópurinn skilaði til ráðherra í febrúar. Áður hafði hópurinn kynnt fyrstu tillögur sínar að nýju kerfi með áherslu á að meta starfsgetu fólks í því skyni að auðvelda viðkomandi að sjá styrkleika sína til að vera virkur þátttakandi á vinnumarkaði. Jafnframt var í minnisblaðinu fjallað lokaskýrslu samráðshópsins breytt framfærslukerfi almannatrygginga en hópurinn skilaði skýrslunni og tillögum til ráðherra í maí núna. Báðar þessar skýrslur hafa nú verið birtar á vef félagsmálaráðuneytisins. Það er alveg ljóst að eigi að vera unnt að innleiða starfsgetumat hér á landi með þeim hætti sem gert ráð fyrir í umræddum skýrslum þarf að ráðast í aðgerðir til að tryggja möguleika fólks með skerta starfsgetu til þátttöku á vinnumarkaði bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði. Og ríkisstjórnin er sammála að hefja eins fljótt og kostur nauðsynlega vinnu hvað þetta varðar og vonast í því sambandi eftir góðu og öflugu samstarfi við Öryrkjabandalag Íslands, Landssamtökið Þroskahjálp, Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Forsætisráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Vinnumálastofnun. Þakka bara fyrir. Thank you.